Ég heiti Fanney. Ég önnur systranna bak við Systrabönd handritun. Velkomin í þennan 4. þátt á YouTube. Ég tekið upp á Akureyri, heima hjá mér á Akureyri, þar sem ég vinn og bý og lifi og allt það. Í dag er 25. febrúar 2020, betur þekktur sem sprengidagur. Djöfull ætla ég að gúffa í mig í kvöld. Saltkjötaböðinir eru eitt af besta sem ég veit. Og ég hlakka svo til. Svo eru örugglega, fjórföld á morgun og saltið, þannig að fínt að taka upp í dag. Og náttúrulega flengdu sundur og saman inn í gær. Alveg reynt skoðleis. Það var held ég fyrsta ræs klukkan 6:30 bóluvendina. Og á morgun náttúrulega öskudagur sem stór hérna á Akureyri, en ég er bara með 2 leikskólagríslinga, þannig að þeir fara bara á leikskólann, en það verður samt að vera búningar. Case hérna heima á mér í gær, við pöntuðum búning nefnilega frá Reykjavík. Hann var svo frá að posta sig í gær að ná í hann. Nei, það var ekki vitlaus búningur. En við erum komið með hennar rétta í hendurnar, hann var sendur bara með flý í dag. Guð, ég held að krakkinn hafa grenjað henni í hálftíma. Elsku kallinn. Hann sé bara, lífið er bara fínt. Ég er enda búin að vera með 3 ára heima í gær og í dag. En hann skrapp aðeins til ömmu sinna núna, þannig að ég get aðeins andað og tekið upp kannski eina þátt. Svona fyrir þá sem eru nýir hérna, að þá hef ég nú sagt að ég er bara ég sjálf hérna fyrir framan myndaðina. Ég sit bara ein heima á mér, þokkalega venið að tala við sjálfa mig, nákvæmlega sem ég er að gera hérna. Þannig að, ég tek bara upp til að gemma prjón og gagn og líður svo ég sé afreka eitthvað og taka saman það sem ég er búin að vera að gera. Það því mér finnst ég aldrei gera neitt. Ég venni að bara koma til dyrana nákvæmlega eins og ég er klædd. Sem að leiður okkur nú kannski að því að í dag er ég einmitt klædd í Magnolia Chunky peysuna mína. Nú verðum við að standa þessu upp. Nú haldur nágrannin í þessi klikku. Nú er hérna að keyra heim. Ég er búin að setja tölunar í. Og í þessari peysu er ég búin að búa. Þannig að hérna að rassina á mér, síkkaði svolítið við þvott. Og ég bara elska hana. Síðast þegar ég tók upp, þá var ég búin með henni, ég var búin að fella af. Ég átti eftir að þvo hana og sauma tölunar í. Tölunar eru frá Roth-nöppum. Það eru svona, það er Roth, stakkeggjar eru mjög léttar, það er ekkert að þyngja peysuna. Og peysan sjálfur prjón og dékkakarni og 2 þráðum móher, hún er svo mjúk og hún er svo hlý og geggjuð. En ég glemdi að sýna ykkur það sem ég ætlaði að sýna ykkur, að bublurnar eða kúlurnar í munstrinu, þær eru alveg flottar, en mér fannst það svona svolítið, sem sagt, þessi hérna, gaur, þessi hérna gaur, svona niblur. Þessir eru svolítið inn í sér, sjáu þið. En það sem ég gerði við alla bubluna, nema ég geymdi þessar hérna 2 til að sýna ykkur, var að ég tók, sem sagt, ég tók hérna, þetta, ég er að prjóna þetta ofan frá og niður, þannig að þetta snýr svona.
þá svona lykkja hérna og þú veist sem þetta tilheyrir. Koma svona göt hérna og hérna einhvern veginn. Þannig ég tók bara, þú veist, tók bara þennan hérna þráð, tósaði í hann, svona, til að reyna að herða þess á sig. Og svo tróði ég bara bublunni svona, að ég sjáði ekki raskat. Tróð bublunni bara einhvern veginn í gegnum hann. Sjáðu bara hendurnar á mér núna. Ég vil tróða bublunni henni í gegn. Tósaði hans í hérna. Tada! Allt annað líf. Þú veist, þetta ekki svona inn í sjálfa sig aftur. Þú veist, mér finnst það bara að vera aftur á baka tímabili. Þú sjáðu, þú veist, þessa 3 ára hérna. Og þessi bara svona alveg flöt. Ég á eftir að gera þetta við hana, sest. Sniðugt. Vona að það sé eitthvað. Gera þetta þannig að síðustu að hann ég glemmi. Og sko. Það er gott að bublunnar hitt ekki á brjóstunum hann, en svo þetta svo. Já. Brjóst. Þetta ekki það eina, skal ég segja ykkur. Því að ég ætla að hafa fataskipti og ég ætla að gera það fyrir framan ykkur. Ég kláraði nefnilega elsku, eldan. Eins og ég sagði ykkur síðast, ég nefndi ekki að prjóna mér í rendur og ég er bara mjög ánægð með það ákvörðun. Alls staðar er ég með túbular bændaf, þannig að það tegist vel. Og kragan hérna gerði ég síðast. Og listana. Ég ákvað það sem sagt áður en ég byrjaði að ég ætla ekki að hneppa henni, þú veist, ég ætla ekki að hafa henni hnappagött. Þannig að, þú veist, þeir eru bara eins og það var eins og mig gruna að hún alltaf lengdist ógeðslega þegar lengdist mjög mikið þegar ég þvoði hana. Af því að, þú veist, þetta var allt einhvern veginn saman krumpað. Þú veist, ég þvoði hana bara og lagði hana yfir stólbak á hægindastólum mínum. Ég þurfti aðeins að kippa í hérna, það mér fannst svolítið þröng, þetta sest, þú veist, handvegurinn er svona neðalega. Já, annars bara, þú veist, má bara vera svona, falla svona og, þú veist, á að vera hneppt hérna skilurðu, en ég mun aldrei hneppa þessari peysu þegar ég bara, já, þetta er bara svona létt sommargolla. Og inn með maður. Það er fínt að vera við ból. Svona er hún. Sjáum móðherra betur. Finnst það geggjast lið, sko. Finnst það þegar hún fellir bara svona hérna. Ermarnir eru bara svona hérna. Þegar maður setur hendurnar út. Finnst það rosa fín. Maður byrjaði náttúrulega hérna uppi, það var smá maust þegar maður var að byrja á, þú veist, já, byrjaði hérna, þú veist, vann bakstykkið, einhvern veginn styttum umferðum hérna og eins, þú veist, síðan þetta tók maður upp og vann þetta hérna niður, þú veist. Það var smá maust þegar maður var að byrja þar, en, þú veist, það er ekkert mál að prjóna þessa peysu. Það var samt alveg ógeðslega leiðilegt. Ég var komin í svipaðan fílingar þegar ég prjónaði hvað heitir hún? Röndóttu peysanina sem allir voru að gera eftir shit, hvað heitir hún?
sorbet cardigan, hann sem ára 2. mohair, ég gerði nú 2. alpaka og ég var hann ógeðslega leið á því. Þetta var svona svolítið svipaða fílingur. Þú veist, hún er víð. Þú veist, umvalaðan er alveg, þú veist, hvar ég enda hér, sko. Þú veist, en hún er mjög víð. Maður á að prjóna fram og tilbaka, ógeðslega margar lykkjur með einföldum mohair 4 umferðir í senn. Þannig að ég, þú veist, ég mæli ekkert með þessu, sko. En enda afurðin er kósí, þannig að ef ykkur finnst ekki leiðilegt að prjóna svona, bara endilega, látið vaða. Hún er ekki flókin, sko. Mjög vel útskýrt, góð uppskrift. Ekki nóg með það að ég hafi klárað að þvo Magnolia, festi hana tölur og klárað þessa, no biggie, þvo hana líka. Það kláraði húfuna líka. Þetta er hún Cookbook eftir Caitlin Hunter. Ég sá að Kristín var líka að gera hana hjá Vastnes nema hún sleppti mohairinu og lenti í smá stærðarvandræðum. Mín er alveg bara fullkomin. Ég gerði minni stærðina og fór niður sest, þú veist, 1/4 af prjónustærð. Munstrið sjást ágætlega. Það er bara svona litla bublur, kúlur, blöðrur, popcorn og þú veist, hún er alveg víð hérna upp á. Þannig að það með snúða eitthvað. Ég hef hana yfirleitt svona og mér finnst það bara geggjað. Það er ekkert mikið að segja. Þetta er 1 þráður af DK-gatni frá Hexax Dyeworks, litlum hornkettling og svo er ég með svona ljósbleikt Angel by Permin. Þetta er alveg nánast hvítt mohairið. Mér finnst það ótrúlega skemmtileg. Ég á gaman að prjóna hana. Ég er einhvern veginn enga stundaði. Fannst mér. Miðað við allavega peysuna sem ég á búin að vera að gera. Þannig að hún er klár. Check. For fuck's sake, það fengið smá athygli eftir að ég kláraði hitt. Hún er hérna eftir Maxime Kýr. Nei, ekki Kýr. Það er eitthvað. C-Y-R. Ég vona þess ekki Kýr. Hlýtur að vera Sýr. Hún er... Hvað er ég stödd? Gat ég kannski fært þetta á stærri prjóna þannig að ég fór að sýna þetta. Eða sett stopp bara á eða eitthvað. Ég þetta mér, fann Kristín. Ég er hérna. Þetta eru sem sagt litlu gaurarnir, ekki litlu, þetta eru bláa gaurarnir sem koma og svo kemur reppinn hérna á milli. Hérna niður. Það sem gerðist var að þetta voru náttúrulega 3 lita umferðir. Og þær voru döð og djöfull en allt í lagi. Þú veist, ég þurfti svolítið að veiða bandið inn á milli og svona. Ég sleppti því, það átti að vera guldoppa hérna inni. Ég sleppti henni bara af því að þú veist, ég ætlaði ekki að gera eina gula doppu og vera með 3 liti, svona mikið og þurfa að þræða á milli. Þannig ég ætla að sauma hana í bara eftir á, guldoppuna inni. Svo var ég byrjuð á, sem sagt, það sem verið gult hjá mér utan reppan. Þannig að ég var að gera 3 lita munsturprjón og sko lykkjufjöldin frá þessari hérna bláu lykkju og hingað er 27. 28 sérst með bláu lykkjunni. Og það er ekkert, þú veist, það er ekki djók sko. Þú veist, ég er allstaðar að veiða þræðina hérna. Þannig að ég byrjaði sérst á að gera þetta gulaðinn inn á milli sem var þá 1 lykkja á 28 lykkja fresti eða eitthvað. En ég var ansi snögg að hætta við það, ræktaði upp og ég ætla að sauma það í eftir á. Þannig að núna sérst er ég að fara að byrja á, þú veist, nú er ég að fara að byrja að taka inn í þennan dökka litinn af því að gleraugunareppanum verða í dökka litnum
Það ekki, ég að ruglast? Jú, nei, djók, rabbinn sjálfur í dökka litnum, gleraugun hans eru í þessum ljósa. Þannig ég að fara að gera andlit á rabbanum núna, héðan sem sagt og niður. Og þá koma gleraugun í þessum ljósa og útrættinir. En svo svona gulur rammi í kringum hann, svona þríhringslaga, sem að ég ætla að sauma í eftir á. Þetta einhverju 12 rabbar og ég ákvað það að ég yrði sneggri að sauma bara prjónsbúr oní, þá líka verður að pínu svona útleift og skemmtilegt að þetta alveg svona neongult. Ég held að ég verði fljótari og ég held að verði fallegra að ég saumi það utanum þegar ég búin að prjóna. Og það alveg búið að sanna sig. Þú veist, ég var hálftíma eða eitthvað með umferðina með 3 liti með svona, þú veist, langt bil á milli lita. En, þú veist, núna kannski 5 mínútur að klára umferðina eða styttra, ég veit ekki. Og ég held að það kom bara miklu betur út. Því að ef ég væri í alvörunni með, þú veist, eina gula likju hérna, þá var ég að, þú veist, þá var ég að grípa gula litin alls þar hérna og bláa litin. Þú veist, þetta yrði bara hot mess eins og þetta eiginlega hérna. Og bara allt og þykkt og ógeðslegt, kjánulegt. Það útaukningarnir eru alltaf að gera það sérst. Útaukningarnir eru allar hérna. Þannig að þú veist, það eru aukið út hratt. Þú veist, maður sér það líka bara á laginu hann. Það eru aukið út hratt hérna. Og svo ertu hættur að auka út hérna. Þannig að þú ert ekki að brasa með það líka. Þú veist, en það var svolítið maust þegar maður var að auka út hérna. Að þú veist, það voru svo örar, sko. En svo maður bara hættur að auka út og prjóna bara refin í rólegheitunum. Og svo tekur maður upp lykkjur hérna í endan og gerir, þú veist, strófið bara eins og maður vill hafa. Eins langt og maður vill hafa. Kallinn minn nú hálslaus og þolir eiginlega ekki að hafa eitthvað svona, þú veist, alveg upp í. Þannig að ég gera hann örugglega bara svona smá. Ekki. Þannig að, en þetta alveg, þú veist, ég hlakka bara til. Ég hlakka pínu til þegar munsturprjónið búið. Samt finnst mér alveg gaman að prjóna munsturprjón, en þetta ekki skemmtilegasta munstrið. Þú veist, ég fattaði ekki alveg fyrir en ég byrjaði á henni hvað væri ógeðslega langt á milli. Þetta svo stórt munstur. Þú veist, þetta bara nánast svona, þú veist, það liggur við að þetta þyrfti að vera myndprjón, sko. Ekki það ég myndi nenna að gera það heldur. En eins og ég segi, ég ætla að sauma hluta á þessi. Ég veit ekki hvort ég á búin að sýna greitt hann hérna þættinu með hann póka. Sem að Edda teiknaði handa mér þegar hún var í áskoruninni. Hún var að gera 1 á dag, Edda Lilja. Og þetta sérst ég í Love-Note peysunum minni, bomsonum, Helda Garnhæsbu og prjónum. Og svo kallinn hérna, ég að hitta í gegn? Hvað segi ég? Ég aska mig. Þú hvað segi ég? Ég aska mig, þú vofa klár að staðra búinn. Það var hérna ég eitthvað að bíða eftir að fara að prjóna og kallinn hún hella bjór í glas í gegn. Það sem að ég síð garn og hann bjór. Herðu, ok. Það meira. Af því að ég sko kláraði þessa og Magnolia, þá mátti ég feta upp á nýri og ég byrjaði á Marled Magic. Ég segi nú ekki það sem komið eitthvað brjálæðislega mikið, en þú veist. Tada! Tada! Þetta bara fyrsti hlutinn. Hann sem sagt, gulur með svartum á þér. Eða þú veist svona, svargulur. Það eru nátthrafnalínunni, þetta systraband gat. Þetta onion mohair, svartur. Og ég held þetta sé bara að
komin alltaf skemmtilega út. Þannig alveg heila á þessu. Og það sem ég ætla að gera er að ég ætla að hafa hvern hluta í einum lit. Ég er með 7 liti, þannig að það er kannski 2 hlutar í sama lit. En ég ætla alltaf að klára hlutan í litnum. Þannig að ég verð ekkert með eitthvað feit í gangi inn í hverjum hluta, heldur bara skiptum liti. Og ég ætla heldur ekkert að þreyta ykkur með að sýna ykkur alla litina núna. Heldur tek ég bara fram núna, ég var einhvern veginn að sýna ykkur alla. Og ég er að spája, sýna það bara eftir að ég segi prjóna á. Ég byrjaði líka á einu öðru, ég var að tala um sokka síðast. Fékk reyndar geggjað point sokkaprjóna. En það sem var einfaldara í mínu lífi á því augnabliki var að Edda Lilja, ég gat búið Eddu, átti hringprjón nr. 2 og Tjágú herralleis. Og þeir eru bara að svínvirka fyrir mig. Ég er að gera hérna Kinda Magic garnið, Wool and the Gang og Regia og er komin hingað. Ég fer alveg að fara að setja band fyrir hælinn. Ég ger svona eftir á ísettan hæl á þessa. Það virka þannig að þú þarft að fitja upp á ákveðinn leikifjölda og svo hefur þessar 3 rendur hérna, gerir bara stroffið, hefur svo þessar 3 rendur hérna eða 4 til að finna út úr prjónföstuninni. Þú átt hana á akkurat einn umferð í hverjum lit. Ef þú nærð því rétt, að þá átt að geta prjóna áfram og munstra að koma rétt. Það er alltaf að leiðrast eitthvað aðeins, stundum fatta ég allt í einu, ég þarf að herða sporið eða hreinlega lenti ég í eitt skipta í að fatta að ég á að prjóna ofast. Er það hægt eða? En þetta er bara svona bílaprjón. Ég gerði, stroffið á ekki vera svona langt. Ég held að garnið sem að sé í það dýju svona héðan og niður. En ég byrjaði á vitlausum enda, þannig ég byrjaði á garninu sem er ætlað í tanna. Og það er veglegra af því að það er reiknað með því að þegar þú klára munstrið, að þá getur þú prjónað áfram túbu bara eins langt og fóturinn er áður en þú fer svo að taka úr. Og það er það bara í sama lit og táin. Ég þarf ekki auka garn í tanna. Ég byrja að fella af svona hérumbylum leið og ég er búin með fyrir að fella fyrir tanna leið og ég er búin með munstrið. Því ég er bara með stuttanfót. Þannig að ég var ekkert, þannig ég ákvað bara að gera strófið svolítið langt fyrst ég byrjaði að vitlausum enda. Þetta er það sem ég er að vinna í. Það sem ég langar til að gera og er búin að tagli garn í og allt. Það er það sem allir er að prjóna og það er Sorrel peysan eftir Wool and Pine. Hún er bara svo geggjuð. Ég á ekki mikið af ljósum peysum en mér finnst eitthvað svo æðislegt. Helga Arnar gerir svona ljósa og mér fannst það eitthvað svo geggjuð. Og þá myndi ég allt í henni, ég og Gatsi, ég er búin að ætla lengi í eitthvað sjal. Að þetta var svona 3 lita feit sem að mér fannst geggja. Svo fór ég að lesa uppskriftina, keypti hana náttúrulega, svo ég sæi metrafjöldan með mína stærð og svona. Og ég á að komast upp með 1200 metra af fingringarni. Já, og 1200 á móhaul líka. Þannig að ég á alveg að sleppa með 3 hespur. Ég reyndar að lesa á þær núna og Já, ein þeirra er enda bara 365 metrar en hinnar eru yfir 400. Þetta verður samt að vera sami grunnur. Veit ekki alveg, skiptir ekki allir. Þetta eru
sem sagt Crybaby frá Hue Logo. Það var hann bleikir og grænir og alls konar, skemmtilegi speklar hjá hann hérna. Og þetta pantaði í svona óvæntu, þú veist, hún var með svona lagarhreinsun þar sem hún setti saman, litir sem pössuðu saman og pantaði 3 hespur á sko $52 eða eitthvað fáránlegt sko. Þannig að ég pantaði og fekk bara svona geggjaða liti og sett inn óskir, þú veist, hvað þér fyndist flott og svona. Og með því var líka þessi hérna, sem ég veit ekki alveg hvað, ég man ekki alveg hvaða litur þetta var. Það eru nokkrir hérna aftana. Þetta var litur sem var gerður í samstarfi við Grocery Girls, Knit Two Together Sock Club. Og hún hefur bara átt afgang af honum. Þannig að þessir ætti að feita nokkuð vel, þannig að hún sami græni liturinn í þeim. Og svo á ég eina hérna frú Valborg hespu sem er úr eins, þetta er svona, þú veist, með svona snúninga. Og svo er í rauninni eins grunni, ein stök frú Valborg hespa sem að vinkona mín keypti í Stephen & Penelope, þetta sér lita fyrir þau. Liturinn Splash. Og hún hérna, þú veist, sjáu þið bláu og grá litina. Og fer svo út í svona fjólublá líka. Þannig að þetta verður held ég bara geggjað. Þryggja lita feit. Og að því mig langar í ljósapeysu, að þá ætla ég, ég byrja á ljósa og svo þessum og svo þessum. Og miðin er alltaf að detta af þessu. Svona. Ég ætla að gera þetta svona og ég ætla að hafa hvítt móher. Þetta er bara ólitað, hérna, já, þetta er bara ólitað eins og ég fæ það. Og ég ætla að nota það með, þannig að það á eftir að dempa, þú veist, það er eitthvað hvítt í þeim öllum, eða hvort þessi er alveg grá. Það er eitthvað hvítt inn í þessari hérna og þessi er náttúrulega mjög ljós. Þannig að ég held að það muni gera hann svolítið ljósa. Ég var að spá í hvort ég ætti eitthvað að spekla þennan, þú veist, gráu eða eitthvað svona, þú veist, leyfa hann samt að vera ljós. En þetta bara eru allt svo, þú veist, það er svo mikil hreyfing í öllum þessum þremur. Og miklu speklar. Ég held að ég leyfi þeim bara að tala og bindi á saman með þessu hvíta. Ekki? Ég var við það að fara að vinda þetta upp á hann. En þessi 3 ára er búin að vera eins og looking þeitvinda í allan morgun og allan dag, hann er hitalaus í dag. Þannig að, já, það var eiginlega ekki hægt að gera neitt. Annað en bara að sinna honum. Leðum að leita eitthvað annað, það bara mamma, mamma. Hann er algjört indi. Ég er með blaðinu fyrir neðan mig, þess vegna er ég að kíkja stundum svona. Bú, bú. Ég er með á hvað ég þyrfti eiginlega að vera pínu skipulögð. Síðasta gagntengt er að ég er að fara að setja eitthvað gagn á vefsíðuna. Það er, í síðustu viku kom sending til Eddulilju í Gabb og Eddu, þannig að það er eitthvað slett að leitum til þar. Þið sem eru ekki á höfuðborgarsvæðinu verða náttúrulega geta fengið eitthvað líka. Þannig ég var að leita 12 hespur af rökkur, nýja litnum. Hann er náttúrulega bara gorgeous og mér langar í innlita Sorrel, Alone Out eða bara eitthvað, þú veist, næstu geðveiku uppskrift sem kemur inn á morgun á Ravelry. Jesus, það er svo mikið flott á peysuuppskriftum. Mér langar bara að prjóna peysu. En samt þessum svo gaman að prjóna sjálf, ég veit ekki. Svo er ég með
já, ég set 12 hers bara þessum inn, sannlega í kvöld, eða í fyrramáli. Þetta var One of a Kind Bats. Bara þessar 5 til verða aldrei aftur til. Þær fara líka inn í búðina og ég held að þessir litir hafi verið allir uppseldir í vefverslun en ég á samt bara 2 á Hunangssklefa og 1 á Greiniskógi. Þú veist, ég litaði meira af þeim en ég á þær núna og hendi þeim örugglega inn. Það geggjar, þú veist, við þetta hérna. Til dæmis. Svo líka skemmtilegir saman. Ég leiði ljós í hérna. Mikið birta frá glugganum. Ja. Og svo ætla ég líka örugglega að henda inn móhaurinn sem ég var að byrja að leita. Var ég búin að sýna ykkur link? Man það ekki. Það kom svolítið svona brún, náttúrulega minni hreyfingi í því heldur en hinu. En það þú veist, maður sér fjólubláu undirtónuna hérna. Ég þarf eiginlega að prófa að prjóna þetta upp með einhverju. Ég vil bara link og link saman. En já, með þetta hliðina á, þú veist, þessi hérna og bara og það pínu til að fita upp einhverju bara núna. Eins held ég sko, þessir, mér langar líka til að lita rökkur á móhair. En miðað við hvernig link kom út, þá veit ég ekki hvort móhairi muni grípa, þú veist, ég pínu ágjör að það verði bara dökkt. Þú veist, þú fáir ekki þessa dítela. Þú veist, ég er svolítið hrædd að verði bara allt svona. En ég prófaði einhvern. Það verður. Já. Ég er spennt fyrir meira móhair. Ég ætla að panta meira móhair. En þú veist, móhairbatterían er örugglega alveg að vera búin. Leið og ég ákveð loksins að láta undan. En þú veist, það er bara típist ég er yfir annarkvort undan eða eftir. Ég var til dæmis búin að vera að lita, þú veist, hárað með bleikt. Svo síðan var það að koma óþægilega mikið í tísku. Þannig að ég var eitthvað að spá hvort ég ætti ekki að fara að finna nýjan lit. Einhverja hugmyndir. Ekki blátt eða grænt, alls ekki. Ég var búin að spáði svona hérna, mauve. Hvað heitir mauve á íslensku? Er til íslenskt orð fyrir litin? Er til íslenskt heiti fyrir litin mauve? Eða segjum við bara brún bleikur? Það þú veist, eigum við eitthvað heiti? Ég með að láta mig vita. Nei. Koparbleikur, er það eitthvað? Nei, ég veit það ekki. Allavega, nóg það. Núna er ég búin að sýna allt garnið og prjónið og ég ætla bara aðeins að blaðra lífið. Ég man varla hvað ég er búin að vera að gera síðust 2 vikur. Það var síðast þegar ég tók upp, þá voru öll eitthvað að skrifa upp á flensu og litli var ennþá held ég. Allavega, svo kom svona venjuleg vika og þá var ég bara eitthvað að vinna og lita og græja og bókhald. Ætli ég, já. Fór í leikhús með krakkan og kallinn skrapp suður eina helgi. Já, þetta fór allt bara í eitthvað svona sambland. Fórum að sjá hérna Trolls eða Tröllin sem að Verkmenntaskólinn á Akureyri var að setja upp. Og krakkarnir höfðu mjög gaman að þetta, var ógeðslega flott hjá þeim. Sáum líka ávaxtakorona með þeim í hittifyrra, fyrra eða hittifyrra. Og það var alveg sjúklega flott. Það var flott leikfélagana í Verkmenntaskólanum. Ég er ekki leikhúsmanneskja, þú veist, mér líður alltaf svona, þú veist, þegar ég fer á svona fullorðinsleikrit, þá líður mér alltaf pínu eins og, þú veist, eins og sé verið að reyna að plata mig. Þú veist,
ég veit það ekki, mér ætti kannski að líða hann líka þegar ég horfa á bíómynd, en ég einu sinni sá í umfjöllun leikrit sem að gerðist var ekki í rauninni í neinum samskiptum við áhorfendur. Þú veist, þetta var í rauninni ofan í svona gryfju og þar voru karakterinni bara að gera söguna. Þú veist, það finnst mér að vera meira svona eins og sjónvarpsþáttur. Ég meik ekki þegar, þú veist, maður á fullorðinsleikriti og það er alltaf svona, þú veist, vera að tala við mann. Ég veit ekki hvort ég skilji hvað ég meina. Sem finnst þetta æðislegt. En mér finnst allt aðruvísi með barnaleikrit og þú veist, ég myndi ekki fara eina að það, skilurðu, en mér er svo gaman að sjá viðbrögðin hjá börnunum mínu. Þannig að mér finnst það svona, já, ég veit ekki. Ég hafði gaman að þessari sýningu allavega. Það er einu sem ég get sagt. Ég bakaði bollur helgina, við skröpum á Sigló. Já, þetta er bara klassík sko. Og vat og annað. Það eru smá, sem sagt, það sem er líka búið að vera í gangi þessar 2 vikur er að ég er búin að vera svona pínu eins og ég sé að ég veit ekki að datt í mig svona baktería því að við erum að fara að setja hús okkur á sölu og mér fannst ég allt í einu þurfa að þrífa allt áður en þeir komið og tekið myndir og eitthvað sem er alveg, þú veist, það er alveg að gera en það er kannski beint að krjúpa á gólfinu með tannburstað og skröpstón en þú veist, jú, allt í lagi. Það er svona eins og maður sé í öfugri hreiðurgerð. Við erum að fara að setja hús okkur á sölu af því að við erum fjölskyldan að fara flytjast búferlaflutningum. Við ætlum að flytja á Siglufjörð í sumar. Og það verður bara, ég veit ekki, það verður geggjað. Það verður gaman fyrir strákana alveg stuttar og við, pointið er náttúrulega að vera nær fyrirtækinu okkar þar, við höfum brugghús á Siglufirði og það er alltaf rosa mikill þeytingur á okkur og það er bara hundleiðilegt. Fjölskylda mín náttúrulega er hérna, mamma, pabbi og systir mín. En tengd að búa á Siglufirði, þannig að, þú veist, þetta er bara, já, getum við raunin að vera á hvorum staðnum sem er og maður getur alveg skroppið Helgu og Akureyri og gist hjá afa eins og við erum alltaf að fara í hinn áttina. Þannig að þetta verður mjög kósí. Búin að fá húsnæði og við bara, þetta verður ógeðslega kósí. Ógeðslega kósí. Líka það sem að, þú veist, við höfum alveg hugsað þetta. Ég meina það eru 5 ár síðan að við byrjuðum með brugghúsi. Við byrjuðum með brugghúsi fljótlega eftir að við fluttum hérna norður. Og það er á Siglufirði bara því að duttum án á húsnæði þar. Og þú veist, þetta hefur alltaf blundað í manni hvort maður ætti að fara eða ekki. En þú veist, við höfum alltaf verið í vinnu einhvern veginn hérna og líka vel hérna bara ekki verið tilbúin að fara á Sigló. En svo einhvern veginn bara kom tímapunktur þar sem við föttuðum bara að það geti bara einfaldað lífið okkar hellu við helling. Þú veist, þetta er ógeðslega mikið batteri og svo, þú veist, það sem kannski olli því að ég, þú veist, það var meira tilbúið, var að vinkonum mín flutti í Ólafsfjörð fyrra. Og það er náttúrulega bara, þú veist, þú bara 10 korter skjótast í gegnum göngin á milli þar. Og við vinnum svo mikið saman. Þú veist, það var tímapunktur þar sem ég var í Ólafsfirði hjá henni að vinna í bókhaldi og svo hringdi kallinn frá Akureyri og sagði heyrðu, hérna, það getur verið að skreppa á Sigló í hádeginu. Og ég eitthvað, já, ok, ég er í Ólafsfirði, þú ert kannski að fara á Sigló og börnin okkar eru í leikskólanum á Akureyri. Gáfulegt. Það var svona pínu breaking point, þannig að, já. En Anna lofa líka að leita Gatn og Hanna, hún er með Salka Design og við eigum, já, þú veist, við eigum fyrirtæki saman utan það. Þannig að þetta myndi bara einfalda allt mjög mikið og úrslita atkvæði var kannski að kallinn þarf ekki heldur að hætti vinnunni hérna á Akureyri, heldur farin að vinna frá Sigló. Sérst, vinnur bara í tölvukall. Þannig að þetta er bara allt
þetta er bara allt að ganga upp og allt bara geggjað. Lífið er bara gott. Ég er lítið þreytt. Kannski sést það, kannski ekki. Nú var ég að kíkja á baugana, sko. Tjekka. Dálítið svakalegir. Hvað er meira? Það drafst eitt fiskur nokkur í nótt. Við höfum áttum 4, nú höfum við 3 fiska. Hann dó. Það var hann gamalt greið. Það hætti svo blæri. Verið hress, verið kát. Éti yfir ykkur í kvöld af saltkjöt og baunum. Það er gott. Ef þið eru vegan, ekki gera það. Ég get ekki lofað ykkur að það sé vegan. Gleðilegan öskudag á morgun. Er hann í Reykjavík? Er þetta allt bara Halloween núna? Já, ég veit það ekki. Bítar ekki öllu. Bye.